Góðan daginn. Í síðasta myndbandi þá kláruðum við Daniel kafla 7 og það sem við höfum verið að gera að fara í gegnum spádóma Daniels bókarinnar til að sjá hvað þeir hafa að segja tíma endalokana og þá getum við séð hve nærri við erum þeim. Hingað til þá höfum við litið á Daniel kafla 2 og Daniel kafla 7 og við höfum lært að spáð fyrir frá tíma Daniels að 4 konungsríki munu rísa. Fyrsta var Babylónia, sem var konungsríki sem að Daniel sjálfur bjó í. Og eftir því kom annað ríki, máttminna, sem var Media og Persaríkið. Og nú, í þessum kafla, Daniel kafla 8, munum við komast að því hvert þriðja ríkið hvað mun gerast við það, og svo, eftir það getum við séð hvert fjórða ríkið Hvað merkir þetta? Daniel kafli 8 gefur okkur svör. Í þessum kafla þá fær Daniel enn aðra sýn og í þessari sýn sér hann 2 dýr. Hingað til höfum við lært að dýr tákna konungsdæmi eða konungsríki. Fyrsta dýrið sem að Daniel sér tvíhyrndur hrútur og honum sagt að eitt hornið hærra en hitt. Og eftir að þessi tvíhyrndi hrútur hefur átt sinn dag mun geithafur stangast gegn honum og brjóta horn hans og taka yfir. Hvað merkir þetta? Við fáum einnig að vita að þessi geithafur sem að óx og varð gífurlega sterkur, hann hafði eitt horn og þetta eina horn brotnaði og úr því uxu 4 ný horn sem að urðu aldrei jafn sterk og fyrsta hornið. Og svo eftir að þessi 4 horn hafa átt sinn dag mun annað lítið horn koma og það mun brjóta þau upp, taka yfir og það mun rísa upp ekki bara gegn öðrum ríkjum, heldur einnig gegn ríki Guðs og lastmæla honum. Og þetta litla horn mun vera tortímt án nokkurs mannhand. Nú skulum við líta á hvað öll þessi tákn merkja. Við höfum 2 dýr, tvíhyrndan hrút og geithaf með eitt horn. Lítum þá á hvað þessi dýr tákna og hver þessi ríki Lesið með mér frá versi 20 og áfram. Tvíhyrndi hrúturinn sem þú sást táknar konunga í Medíu og Persíu. Svo þá vitum við það. Fyrsta ríkið í þessari sýn eru Medar og Persar. Geithafurinn merkir konung Javans og grunnorðið þar Grikklands. Og stóra hornið milli augna hans táknar fyrsta konunginn. Svo það Grikkland sem mun rísa gegn Persaríki og sigrast gegn því. Og það fyrsti konungur Grikklands sem táknaður af þessu eina horni. Það brotnaði en 4 uxu fram í þess stað. Það þýðir að 4 konungsríki munu hefjast af þjóðinni en ekki eftir mátt hennar. Svo eftir að fyrsti konungur Grikklands hefur átt sinn dag, þá mun hann deyja og í hans stað munu koma 4 konungsríki. Það munu 4 konungsríki vaxa upp úr Grikklandi. Vers 23. Þegar konungsríkin taka enda og taki eftir því og mælir misgjörðana fylltur, mun illu
illur konungur og lævís hefjast við valda, svo annað ríki mun rísa upp gegn þessum 4 konungsríkjum sem að koma upp úr Grikklandi. Og vald hans verður mikið og þó ekki af eigin ramleik. Mikill skaðvaldur verður hann. Öll verk hans munu ganga honum að óskum. Hann mun tortíma bæði valdhöfum og þjóð hinna heilögu. Svo þetta ríki sem að tortíma þessum 4 ríkjum sem að koma upp úr Grikklandi, það mun einnig tortíma hinni heilögu þjóð sem að voru gyðingarnir á þessum tíma. Tortíma þeim. Slægð hans mun tryggja vélabrögðum hans framgengi eða framgang. Hann mun hyggja á stórræði og streipa mörgum í glötun þeir uga ekki að sér. Hann mun jafnvel etja kappi við höfðingjana, en honum verður steypt og án þess að menn komi nærri. Svo þessi valdhafi, þetta ríki, mun meira segja kappast á við höfðingjana, og það Guð sem við sáum í kafla 7. Hann hinn aldraði sem situr á hásætinu. Hann höfðingja og konunga, og einnig mannssonurinn sem kom til hins aldraða sem Guð, og var gefið ríkið sem mun koma í skýjunum. Þetta ríki mun keppast við hann. Lesum áfram. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Þá reis ég upp og syndi erindum konungsins, en sýnin olli mér hugarhungri og enginn kunni skýringar á henni. Þetta var kaflinn. Við sem að búum nú í dag getum kíkt tilbaka og vitað hvaða ríki þetta var. Það var jú Alexander hinn mikli sem að sigraðist gegn Persaríki. Hann var fyrsti konungur Grikklands, en eftir að hann dó, þá tóku 4 höfðingjar við sem að voru herrhöfðingjar hans, og þeir stofnuðu 4 ríki. Ég vil benda á að þetta skrifað áður en að þessir atburðir tóku sér stað. Þetta skrifað á tímum Persaríkis, og það kemur mér að segja fram hvenar. Þetta var skrifað á 3. stjórnar ári Belshazzar konungs. Svo þetta var skrifað meðan Babylónia var ennþá til. Svo Daniel fær hér að vita að það eru Medar og Persar sem munu taka yfir af Babylóníu. Þess vegna gat hann sagt Belshazzari konungi í 5. kafla nákvæmlega hvaða ríki myndi taka yfir á hann. Og við fáum einnig að vita að Grikkland 3. ríkið. Nú vitum við einnig hvers vegna hlebarðinn í Daniel kafla 7 hafði 4 höfuð, að því að út úr 3. ríkinu sem Grikkland munu koma 4 ríki, og svo þegar þau ríki taka enda, öll 4, mun 4. ríkið koma. Hvaða ríki tók svo við af Grikklandi? Við munum komast að því í næsta kafla, og við munum halda þessari sögu áfram í næsta myndbandi. Þá munum við sjá hvert 4. ríkið hvaða ríki komu upp úr 4. ríkinu, hvert þetta litla horn var sem að upprætti 3 ríki,
og hvað mun svo á endanum gerast við þau ríki sem að ná alveg til endaveraldar og verða upprætt af Guði sjálfum. Við vitum einnig að þetta litla horn sem að lastmæli Guði, það mun halda áfram að ríkja þar til að Guð sjálfur tortímir því. Við sáum það hér í versi 25. Honum verður steypt og án þess að menn komi nærri. Svo það verður Guð sem endar þessu ríki. Þangað til, Guð blessi ykkur meðan þið haldið áfram að rannsaka hans orð.